Hvers vegna lifir mannkynið tímatakmarkað líf og deyr að lokum? Því að laun syndarinnar dauði. Biblían segir að ástæðan fyrir því að við deyjum sé vegna synda okkar. Ef syndir okkar, sem verðskulda dauða, eru fyrirgefnar, geta sálir okkar lifað að eilífu þótt líkamar okkar farist. Hvernig getum við þá fengið fyrirgefningu synda? Þannig kom Jóhannes skýrari fram í óbyggðinni og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skýrast til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdebyggð og allir Jerúsalembúar og létu hann skýra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Jesús gekkst undir skýrn, leiðina til fyrirgefningar synda, til að setja okkur fordæmi. Skýrn heilög athöfn þar sem við getum fengið fyrirgefningu synda og endurfæðst sem börn Guðs. Hvenær ættum við þá að láta skýrast? Lídía var skírð leið og hún meðtók Krist. Eþíópíski hirðmaðurinn var skírður þegar í stað á veginum. Fangavörðurinn var skírður leið miðja nótt. Hvers vegna voru trúarfeður okkar skírðir leið og þeir meðtóku Krist? Það var vegna þess að þeir trúðu loforði Guðs að sálir þeirra myndu lifa að eilífu, þótt líkamar þeirra farist, ef þeir fengi fyrirgefningu synda með skírn. Þess vegna skýrt framkvæmd í nafni frelsarans sem hefur vald til að fyrirgefa syndir og veita eilíft líf. Þekkir þú nafn frelsarans, nafn föðurins, sonarins og heilags anda? Nafn föðurins Jehóva og nafn sonarins Jesús. Hvert þá nafn heilags anda? Vinsamlegast þiggi fyrirgefningu synda og eilíft líf með því að láta skýrast í nafni föðurins Jehóva, sonarins Jesú og heilags anda, nýja nafn.